Kastljós hefur að undanförnum fjallað fólk sem hefur séð ný tækifæri í kjölfar þess að missa vinnuna. Segja má að Björn Þorláksson, fyrrverandi fréttamaður Stöðvar 2 á Akureyri, falli í þennan flokk, en hann hefur skrifað bók þá jákvæðu umbreytingu sem varð á hans lífi við atvinnumissinn. Í bókinni sem heitir Heimkoman lýsir hann því hvernig öll viðhorf hans til lífsins og ekki síst hlutverka kynjanna gerbreyttist, enda bókinni ætlað að útskýra og afhjúpa hugsanagang miðaldra karlpungs, eins og Björn segir sjálfur. Björn sestur hjá Sigmari. Björn, þetta velkomin. Takk að þér. Herri, já, þessi bók Heimkoman, hún nú nokkuð einlæg lýsing þín á því sem að getur gerst, hvernig menn geta breytt svona ákveðnum áföllum í eitthvað svona nýtt tækifæri. Játningar karlmann sem var rekin úr vinnunni og inn á heimilið. Byrjum á byrjunu. Þú fyrst símtal og þú varst rekin, væntanlega hafa himnarnir þá samt hrunið yfir, eða ekki? Jú. Það var sem sagt í upphafi kreppunnar í fyrra. Þá kemur þetta símtal frá fréttastjóra Stöðvar 2. Ég búinn að vinna á Akureyri fréttamennsku þar í nokkur ár og ég fæ þessar vondu fregnir að ég sé rekin og í rauninni ekkert, engin framtíð, sá ég. Og maður reynir að sækja með einhverja vinnur, tékka á því hvort það sé ekki allt fullt og jú, það það og fjölmiðlaheimurinn náttúrulega í systurliði með fasteignabransanum og öðrum slíku greinum að það bara fækkar í kreppum og alveg gríðarlega störf og ég náttúrulega bara ríf hár mitt og tæti, tek þátt í byltingunni, það var nú svona skást af uppsagnarfrestina að ég gat farið að mótmæla bara og þurfti ekki að geta eins hlutleysis og bara fuck the system, skilurðu, það allt saman. En svo verða þau tímamót að kona mín, við eigum þarna, Arndís Bergsdóttir, kona mín, við eigum 1 árs gamlan dreng þegar, ásamt fleiri börnum náttúrulega, þegar hrunið skellur á og hún búin að vera heimavinnandi dálítinn tíma og við ætluðum bara að hafa það þannig. Svo stefnir í það að við verðum bæði í rauninni atvinnulaus, bæði heima þegar uppsagnarfresturinn liðin, en þá dettur hún niður á draumastarfi sitt og í sjónhendingu þá breytast öll valdahlutföllin á heimilinu, eða hvernig orða það þannig, að konan fer út að vinna, mikla vinnu og ég fæ það hlutverk í rauninni í fyrsta skipti á ævinni, 44 ára gamall karlpungur, að þurfa að taka ábyrgð á öllu því sem gerist innan fjölskyldunar og innan heimilisins. Og svo ég segi það nú, Björn, bara svolítið svona heiðarlega upp úr lýsingu þínum á bókinni að þú virðist ekki hafa vita mikið hvað þú áttir að gera á heimilinu þarna til að byrja með. Nei, ég hafði einhvern veginn komist upp með það að lifa mínu lífi sem maður alinn upp í Mývatnssveit, maður sem orti sína fyrstu vísu 30 ára gamall, ég ligg í leyni með riffilinn minn og skýt allar tóur sem ég finn. Hvað er ég að hugsa þá? Jú, mín hetju fyrirmynd, hún á grenjum, hún liggur upp á fjöllum með haglabyssu eða riffil og skýtur villt dýr, það mín hugmynd karlmennsku. Og ég hafði einhvern veginn komist, ég hafði náð að sneiða hjá þessari þessu jafnrétti kynjanna, getur maður kannski sagt. En þó ekki betur en svo að ég hugsaði með mér, býtu, en ekki eitthvað að 3 skilnaðir? Skilurðu? Það var náttúrulega eitthvað sem hlaut að vera í gangi, en það ekki fyrr en mér hendin á heimilið við þessar óvæntu kringustæður, allt snýst á augabragði sem ég þarf að fara, endurskoða mín gildi, velta fyrir mér lífinu og tilverunni út frá einhverju öðru en þeirri grunnhugsun einni að vera úti í vinnunni, skaffa, sjá ytri umgjörðina. Ég kunni það, ég kunni segja fréttir, ég kunni vera í beinni útsendingu, en ég kunni ekkert annað. Nei. Og hvernig gekk þér að feta þig áfram á þessum nýja vegi, getum við sagt? Men þú lýsir þú varla kunnir að strauja skyrtur eða þvott? Nei, ég kann nú reyndar varla enn að strauja skyrtur, en ég mjög góður í að þvott og það hafi kostið allir mörg plögg. Þetta gekk illa til að byrja með og ég var í mikilli sjálfsvorkunn og svo hugsaði ég með mér, býtu, en þú verður bara, þetta gengur ekki. Ég meina, eitt af því sem mér fannst bara óskilnægt, ég sá ekki tilganginn í því að vera með ómálga barn þarna inn á heimilinu. Ég meina, þú veist, hvers konar líf var þetta? Þetta hlaut að vera leiðilegt. Þetta hlaut að vera leiðilegt. Það var ekki hægt að vera í samskiptum við hann, það var ekki byrjað að tala. Hvert var pointið með þessu samskiptum? Skilurðu? Ég hafði eignast börn áður, 1 strák, eldri, og við verðum með yndislegar fósturdætur á heimilinu og allt það. En ég hafði aldrei áður þurfti einhvern veginn að leggja mig allan í þetta og ég hafði aldrei áður skilið ef uppkom vandamál í fjölskyldunni sem var, þá forðaði ég mér bara. Ég fór að vinna.
Og sko kallar á mínum aldrei margir hverjir, kannski út af þeim fyrirmyndum sem við áttum, að þær voru eitthvað öðruvísi heldur en þær fyrirmyndir sem í dag. En við einhvern veginn bara, við flúðum á vettvangi og ég var í þessum spórum þarna fyrst. Já. En hvernig kanntu við nýja leiðið? Hvernig hafa gildið breyst? Sko það kom á daginn. Er hægt að segja að þú breyst úr einhverju kallrembu í feminista eða? Já, ég það svo mikil feministi í dag að ég á bleikan reiðhjólahjálm. Já. Já, það alveg hægt að segja það og sko það rann upp fyrir mér einhvers konar ljós þarna, það varð að renna upp fyrir mér ljós. Það var að duga eða drepast innan veggja þessa heimilis. Ég fékk enga hjálp. Ég varð að fóta mig í þessum heimi, einn og óstuddur og með því að konan mín, Ardís, hafði skilning á því. Ég væri þarna naut í flagi, fíll í postulínsbúð. Hún hafði skilning á því að heimilið var í rúst þegar hún kom heim og ég horfði sko eins og krakki framan í hana og sagði, sérðu hvað ég er búin að laga fínt til í eldhúsinu? Það var allt í okkar hugmyndir þrif, kalla eins og í mínu tilviki, þær eru allt öðruvísi heldur en hjá rútínurum konum. Og þetta, ég get þakkað henni það að hún leyfði mér að sko hægt og rólega finna minn takt. Hún horfði framhjá því sem illa var gert. Og svo þegar ég fer alltaf að kveikja á því að hvað yndislegra heldur en 1 árs gamall drengur. Þvílíkt tækifæri sem það að sko hafa verið rekinn, fá tækifæri. Ég meina samfélagslega átti ég ekkert val. Það svo erfitt oft fyrir kalla held ég að ætla að minnka við sér vinnu og ætla að fara út úr sínu hlutverki, hvort sem það að skaffa og vera alltaf þarna úti. Í góðærinu þá taldi ég mig eiga neitt val. En þarna sko í þessari kreppu, þegar ég neyðist til þess að fara inn á heimilið, þá gerist eitthvað sem að ég lýsi í 200 blaðsíðum í rauninni í þessari bók, bara eitthvað kraftaverk og eitthvað ævintýri. Og ég sem hélt ég væri rosalega harður nagli, ofboðslega töffari sko, ég það ekki. Ég meina, ég finn það bara þegar ég fer að takast á við tengslin, vandamálin, fjölskylduna, alltaf í samskiptu við mitt blóðeðli, við börnin og allt þetta, þá finn ég bara hvernig það kemur einhver heildarmynd fram sem að ég verð bara að viðurkenna, ég hef bara alltaf mist af sko. En hvaða viðbrögð færðu hjá þínu nánustu við þessari umbreytingu, ef við getum kallað það sem svo, að þessari viðhorfsbreytingu sem að þú orðið fyrir í gegnum þetta allt? Já, bara góð. Og þetta náttúrulega, þetta það persónuleg bók að hún náttúrulega tekur í víða sko, held ég. Og ég þurfti að hringja í mínar fyrrverandi kærustur og sambýliskonur og segja þeim að það veri von á þessari bók og Þeim hefur ekki litist á blíjuna? Jú, þær treystu mig til þess að gera það smekklega en það var alveg ákvörðun líka hjá þeim að vera ekkert að þælast fyrir því sko. En mín leið var náttúrulega að gera grín að þessu öllu og svona ég skrifaði þessa bók að mestu leyti, yfirleitt hefur nú verið mörg ár með hverja bók en þessa bók skrifaði ég að mestu leyti á 3 sólarhringum hjá vinum mínum Pétri Snæbjörnssyni í Hótel Einhlíð og allt lífið einhvern veginn bara kom saman á þessum 3 dögum og þá fattaði ég að það væri ekki hægt að segja þessa sögu öðruvísin að brosa allavega í gegnum tárin frá fyrstu síðu til þeirra síðu. Þú hlærði allavega svolítið mikið að sjálfur í þessari bók en oft er þannig að það getur verið erfitt að kenna gömlum hundi að setja. Ef þú fengir nú tilbúin það að fara aftur í gamla harki sem þú varst í, gamla lífið, vinna allan sólarhringinn, allar helgar og allt, væri það ekkert freistandi og skilja heimilið eftir bara á þeim stað sem það var? Já sko, það hefur breyst núna á síðustu vikum að ég er komin í námi í Háskólanum á Akureyri, komin í þjóðfræðifræði og finnst það mjög skemmtilegt. Ég held ég myndi segja nei sem var. Aldrei að segja aldrei, en þessi heimur, þessi fjölmiðlaheimur, ég held ég sé bara komin úr honum. Og já, gildi mín þau hafa breyst. Þau breyttust við að vera rekin inn á heimilið og við að þurfa að spjara mig og lifa upp á nýtt. Og ég hefði haldið því fram í útvarpsviðtölum hérna áður að það væri eðlismunur á kynjunum og það væri bara í eðli kvenna að hjúkra og kenna og þessu nættu það bara að vera hjúkur og kennara, skilur. Og þú hefur haldið þessu fram alveg opinberlega status? Ég hef haldið því fram opinberlega, þannig að það er nú stundum skoðanir mínar hafa verið ofinsælar, en ég tel að batnandi mann sé best að lifa og þetta er raunveruleg breyting hún er komin til að vera. Ég hef slegist í lið með feministum. Já, það fjallar þessi bók, ég þakka fyrir að koma. Sömuleiðis.